Við fylgjum skarkolunum eftir þar sem hann syndir yfir gróðurlausan sandbotn. Botnin samt ekki líflaus, því ýmislegt á heima í sandinum, skeldýr, ormar og fleira. Brátt breytir umhverfið svip. Þetta eins og að koma inn í nýja veröld. Þaraskógurinn við Ísland getur mynd á frumskógu í hitabeltinu. Slík litadýrðin og gróskan. Hér gaman að kafa og skoða sig Margvíslegt líf leynist hér í skóginum, en ekki auðvelt að koma auga á það allt saman. Þaraskógar eru ekki síður mikilvægir fyrir lífkerfi jarðarinnar en skógar á landi. Þörungar eru ljóstillífandi lífverur og framleiða lífmassa í sjónum. Margvíslegt líf þrífst í slíku umhverfi. Og hér greinilegt að þorskinum líður vel. Hingað leitar þorskur af ýmsum stærðum. Svæði sem þetta eru hentug hrygningarsvæði og hverju ári hrygnir þorskurinn til dæmis í Þaraskógi í Þistilfirði. En Þaraskógurinn líka skjól fyrir þorskinn og steinbíturinn hefur sömuleiðis örugt fylgsni hérna. Og það fallegt í kringum hann sannarlega. Það eins og þessi krossfiskur liggi í hengirúmi í þaranum. Og engu líkara en þessi sé að róla sér. Skyldu þeir vera að leika sér. Svifið heldur sig við skógarjaðarinn og ef til vill hefur það skjól af skóginum líka. En svifið virðist ekki hætta sér inn í Þaraskóginn. Það heldur sig við skógarjaðarinn eða í mestalegi rétt innan við hann. Og niður í Þaraskóginn kafar æðarbliki eftir æti. Við sjáum svampa á steinum og hrúðurkallana sem sía fæðu úr sjónum með þessum spaugilegu öngum sínum. Angarnir minna á lúku sem fálmar stöðugt út í loftið. Út í sjóinn ættum við kannski að segja frekar. Rauðmaginn notar sokkskálina sína til að festa sig við þarablöðku. Hvað ef hér væri enginn þaraskógur? Og þá erum við aftur komin út í auðnina. Á 9. áratugnum kom upp ígulkeraplága við Ísland. Ígulkerin átu upp Þaraskóga í innanverðum fjörðum víða við landið. Frá árinu 1992 höfum við séð hvernig ígulkerin hafa markvisst étið niður Þaraskógana. Á þeim svæðum í Eyjafirði og Skagafirði sem Erlendur Bogason hefur mest kafað í, hafa miklir Þaraskógar horfið og ástandið sérstaklega slæmt við Hrísey sunnanverða. Rannsóknir sýndu að ígulkerin gátu étið sig 3 metra inn í skóginn á mánuði. Víða nú auðnin ein þar sem áður var gróskumikill Þaraskógur með öllu sem honum fylgir. Engin fullnægjandi skýring hefur fundist á þessum hamförum.